Þá ætlum við að setja upp hvernig við búum til spurningu með því að gera eyðufyllingar. Og það eins og venjulega, við byrjum annarkvort á því að fara hérna inn í author og fara inn í questions eða fara bara beint í create new. Ég þarf að finna hérna eyðufyllinguna sem er text entry sem hér, smella á það og þá kemur upp spurningagerðin. Það sem ég þarf náttúrulega að gera er að búa til nafni á spurningunni. Hér þær upplýsingar sem ég hef til að búa til eyðufyllinguna og ég ætla bara að byrja á því að búa til nafnið og ég ætla að hafa bara að nota orðið eyðufylling vegna þess að það er hægt að sýna með því ýmsa hérna hvernig stafsetning getur skipt máli og annað. Ég ætla semst að byrja bara á því að búa til spurninguna sjálfa sem væri þá hér á að koma orðið eða orðið eyðufylling á að koma hér eitthvað í þessum dúr. Þannig að hér myndi orðið eiga að koma með því að smella á kassan þá opnast reiturinn þar sem ég get skrifað inn í og ég ætla að láta það vera eyðufylling. Það er orðið sem ég ætla að nota og loka því, vista, fer síðan á augað og sé hvernig þetta lítur út. Og þá sé ég að hér stendur bara orðið kassin á að koma hér. Og ég ætla að setja hér inn orðið, ég kann ekki alveg að skrifa það, ég veit að þetta er orðið eyðufylling sem á að koma hér. Þannig ég skrifa hérna eyðufylling. Tékka á svarinu og þá fæ ég rangt fyrir það. Ástæðan fyrir ég fæ rangt fyrir það er að ég hef skrifað svarið mitt með einföldu en í svarmöguleikanum er það bara gefið upp með uppsölunni. Þannig að ég fer tilbaka, loka þessum glugga, fer tilbaka og ég vil gera fleiri möguleika á því að skrifa þetta. Það má skrifa eyðufylling vegna þess að í þessu tilfelli er þetta ekki stafsetningarpróf. Ef þetta væri stafsetningarpróf þá myndi ég sjálfsög ekki leyfa það að það væru aðrar útgáfur á orðinu heldur en svo rétta. Þannig ég gef hérna alls konar eyðufylling báðum með einföldu og fjórða útgáfan sem hérna er það rétt. Hérna er það með uppsölunni fremst og ekki með uppsölunni. Þannig ég er með 4 möguleika. Loka því, vista og nú vil ég fá að skrifa eða skoða, ég þarf að skoða, já. Þannig að ef ég smelli bara hér á þá sé ég bara orðin sem búið að raða svarmöguleikana. En ég smelli hérna á orðið eyðufylling svar eitt af einum eða ég hef skrifað það alveg vitlaust jafnvel með einu elli ef ég ætla að vera ofsalega ljúf að það, hér fæ ég gleyma að ýta á check answer eitt af einum. Ef ég vildi vera mjög ljúf þá myndi ég jafnvel sleppa einu elli líka þannig að það kemur líka út rétt. En ég er ekkert að standa í, ég ætla bara að spá hérna í þessu eins og þetta hér er. Þannig að svarið, þetta er komið eins og ég vil hafa þetta. Ég gæti vilja setja, hafa einhver options hérna og eins er það með kassan, hann er svolítið langur. Það er gert ráð fyrir það sjálfkrafa að það sé expected length eru 20 karakter. En ég vil kannski bara hafa það 10 eða jafnvel bara, segjum bara 5. Loka því, vista og skoða. Og þá sé ég að kassin er strax orðin, hann passar betur utanum orðið mitt. Eyðufylling, check answer og það kemur rétt hérna. Og ástæðan fyrir að maður vill hafa kassan sem næstan því sem að stærðin á annarkvort orðinu eða setningunni að það er náttúrulega til þess að nemendur haldi ekki þegar ég að skrifa heila ritgerð þegar það er kannski bara eitt orð. Þannig að ég er bara sátt við þetta hérna og ég geri vista og loka.